Það meira að finna en bara bækur á bókasöfnum. Þriðja hvern mánudag í mánuði Amtsbókasafnið á Akureyri farið að bjóða upp á borðspil á mánudaga fyrir fullorðna. Til að kynna mér hugmyndina fór ég hitta hana Hrönn Björgvinsdóttur sem bauð mér að koma og spila við sig eitt spil. Þetta Splendor sem er svona, þetta viðskiptaspil, við erum geimsteinabraskarar fyrr á öldum og við erum hérna með mismunandi geimsteina og notum það til þess að tryggja okkur námuréttindi og síðar að tryggja okkur handverksfólk og flutningaleiðir og svo fyrir við að selja hérna í borgunum sem að þetta gefur okkur mismikil stig eftir hvað við vinnum okkur hátt upp og ef við erum kaupum nógu mikið af spilum að þá fáum við þetta ágæta aðalsfólk í heimsókn sem veitir okkur líka stig. Já, akkurat. Og hvernig byrjar þetta? Það byrjar þannig að maður má taka geimsteina og þá getur maður ýmist tekið 3 og þá verður hver þeirra að vera í allir í sitt hvorum lit eða þá að maður má taka 2 í sama lit en það á bara við ef það eru 4 eða fleiri eftir í bunkanum. Okay. Og hér eru verðin á spilum sem við erum að reyna að kaupa og ekki bara bjóða þér að byrja. Jú, og þá vel ég bara með mér einhverja liti hérna. Okay. Og myndirðu segja að þetta verður svona eitt af þínum uppáhaldsspilum? Já, ég myndi segja það. Þetta er svona það sem maður getur kallað gateway spil, ef ég sletti aðeins. Já. Þannig að ef að fólk er ekki mikið að spila, þá mæli ég oft með að byrja á þessu. Og oft kannski byrja fólk svona, þetta er svo flókið og ég næ ekki alveg reglunum og svo eftir smá stund þá er það alveg komið á fullt í þetta og bara getur ekki hætt. Spil eru fyrir alla? Krakka og fullorðna? Algjörlega. Og ég meina við erum til dæmis með rosalega gott úrval á borðspilum hérna á Amtsbókasafninu. Við erum með 120 spil og þau eru alveg niður í 2 ára. Þannig að það er ansi fjölbreytt úrval. Á bókasafninu getur maður fengið spil? Maður getur fengið lánuð spil. Já, þú meinar. Og þau eru bara lánuð eins og bækur í 30 daga. Já. Þannig að, já. Athyglisvert, ég held að vera bara bækur á bókasafni. Nei. Okkar markmið er fyrst og fremst bara að efla framboð af ókeypis afþreyingu. Það eru spil, það eru myndir, það eru bækur, myndasögur, viðburðir. Já. Það er allt á bókasafninu. Þrátt fyrir að margoft komið inn á bókasafnið hafði ég aldrei uppgötað hversu mikið afþreyingu þar að finna. Líklega því að alltaf mætt þangað í þeim eina tilgangi að finna ákveðna bók eða bækur. Það skemmtilega er samt að afþreyingin er ekki aðeins fyrir börn, heldur líka fullorðna, eins og til dæmis borðspila mánudagar. Það eiginlega bara verður til af því að við vorum með norræna spilaviku í haust og fengum samstarfsaðila bara hér og þar í bænum og einhvern veginn þá atvikaðist það þannig að þetta voru eiginlega bara viðburðir fyrir börn og ungmenni sem var reyndar rosa skemmtilegt og vel sótt en það var einhver sem spurði hvað með allt fullorðna fólki sem hefur gaman að spila. Þannig að við ákváðum bara að grípa þann bolta og bara starta þessu. Já, akkurat. Þannig að það verður núna einu sinni í mánuði, alltaf 3. mánudag hvers mánaðar, að þá býðst fólki að koma hingað á bókasafnið klukkan 4:30, spila spilin okkar, einhver af þessum 120 spilum, eða koma með sín eigin. Ok, þannig að það getur í rauninni allt gerst, það getur komið hérna inn alls konar spil. Já. Það er í rauninni alveg bara óljóst þegar við byrjum hvað verður spilað þann daginn. En hvernig virkar það? Núna er ég komið með peninga, ég get keypt mér. Já. Hvað gerir ég þá? Á ég þá bara... Þá bara borgar aftur í bankann og tekur spil. Þá bara borga í bankann, tek spilið. Já. Og kemur þá nýtt spil í borðið? Þá kemur nýtt spil í borðið og spilið sem að þú varst að kaupa það er þá í rauninni gjaldmiðill sem að þú átt alltaf því nú ertu búin að tryggja þér námuréttindi þarna í þessari rauðu námu. Já. Þannig að þú færð alltaf einn rauðan í afslátt framvegis. Og ég er að gera slíkt sama að kaupa aðra rauða námu. Hér uppgöta ég heilan heim af spilum sem ég aldrei heyrt áður. En hvaða spil skildu vera vinsælust? Vinsælust hjá okkur eru barna- og fjölskylduspilin. En annars við reynum svolítið að fara eftir því innkaupum, hvað er vinsælt og hvað er að fá verðlaun. Oft er maður að velta fyrir sér hvaða spil maður að kaupa. Skildi að vera skemmtilegt. Á ég að tíma kaupa það áður en ég prófa það. Þá getur lausnin verið að prófa að spila spilið á bókasafninu og sjá hvort það nái tökum á manni. Eins og til dæmis þetta spil sem ég var að prófa í fyrsta skipti. Og þá, af því að ég er komið með 3 svört spjöld, 3 græn og 3 rauð, þá kemur þessi ágæti maður heimsókn til mín og
gefið mér þessi 3 stig í viðbót sem ég þarf til að vinna. Ok. Þannig að þá er spilið búið. Það var spilið búið. Næsta spilakvöld, hvenær er það? Það verður 18. febrúar, sem er mánudagur, klukkan 5:30 til 6:30. Ég held að sko, ég verði klárlega að mæta. Viljið stela það? Þá ætla ég ekki að tapa. Nei.